Kæru gestir, velkomin í Skjáinn. Þetta bókasmegl fjórði þáttur menningarsmegls og aðalumræðunni þáttarins í dag skáldsagan Kóperníka eftir Sölva Björn Sigurðsson. Ég heiti Ásgeir Ingólfsson og hjá mér eru tveir góðir gestir. Þeir Ólafur Þ. Harðarson, stjórnmálafræðiprófessor og Árni Friðriksson, menntaskólakennari. Og fáum þá bara til að kynna sig betur. Ólafur, hvað ert þú svona helst að sýsla við í þessi misseri? Já, ég nú varð 70 í desember, þannig að ég komin á eftirlaun frá Háskóla Íslands, þar sem ég búinn að kenna í ríflega 40 ár. Ég nú enn að sinna rannsóknum. Ég búinn að standa fyrir íslensku kosningarannsóknum í 40 ár. Nú reyndar yngra fólk og búið að taka forystunni, en ég fæ að fljóta með áfram. Og við gáfum út bók byggða á niðurstöðunum núna síðasta haust hjá Routledge og erum með svona nýja bók nýjustu kosningarannsóknina frá síðustu kosningum sem að núna það verið að klára gagnasöfnunina og við ætlum að skrifa bók á íslensku þær niðurstöður og svona með dálítillan samanburði líka aftur í tímann og það svona næsta verkefni hjá mér. Annars ég bara að hafa það huggulegt. Ég búinn að koma mér fyrir hér í bílskúrnum þar sem ég get reykt pípuna, unni í tölvunni, hlustað á útvarp, músík og lesið. Þannig að þú loksins nógan tíma til að lesa. Hvað ertu búinn að vera að glugga í spennandi undanfarið? Já, það náttúrulega, ég búinn að fá heilmikið af bókum úr jólabókaflóðinu og mér finnst að það hafi mjög margt gott rekið þar á hugur mínar. Ég ekki búinn að lesa það allt, sko, en ég nú samt búinn að fara í gegnum eitthvað á annan tug bóka og sú sem vakti eða mér fannst nú svona hvað mest skemmtilegt að lesa bók eftir nýjan höfund sem nú samt á mínum aldri, Þórhildi Ólafsdóttur, sem í áratugi búin að vera háttsettur embættismaður hjá Evrópuráðinu í Brussel, en nú hætt þar og að skrifa og hún skrifar bók sem heitir Endir og aðalpersónan þar kona komin svona undir sjötugt sem hefur svona svipaðan bakgrunn úr elítunni í Evrópu eins og höfundurinn en tekur til fyrir hendur að fara á æskuheimili sitt en Þórhildur alin upp á Ánastöðum á Vatnsnesi og þar konan og að rifja upp æsku sína þannig að það eru miklar lýsingar á mannlífi í norðlenskri sveit svona á 7. áratugnum og þetta firna vel skrifað, þetta skemmtilega lýsingar á andrúmsloftinu og fólkinu á þessum tíma og síðan þessu blandað saman við flókið sálarlíf og reyndar ákveðnar sálarkreppur aðal persónunnar, þannig að þetta fléttar saman þar sem að mér finnst nú alltaf heillandi í bókum, annars vegar tiltölulega flókið sálarlíf, ekki eintóna persónur og líka einhvers konar mynd, trúverðug, greinandi mynd af því samfélagi sem að sagan gerist í. Þetta að því Þórhildur nú ekki mjög þekkt, finnst mér kannski gott að vekja athygli á þessu. Svo hef ég verið að lesa þessa höfunda sem að allir þekkja, bókin Hallgríms til dæmis sem að afbragð. Ég að dútla við, hálfnaður með doðrandinn hans Guðna Elíssonar og hef mjög gaman á honum. Bókin hans Einars Kárasonar, Þung ský, finnst mér algjörlega frábær. Svo hef ég verið að lesa Ólínu Þorvarðardóttur og Steinunni Sigurðardóttur og svo hef ég gluggað líka í svona ævisögur. Ég hlustaði nú á Storytel á minn gamla lærimeistara og samkennara Ólaf Ragnar með sína bók Rætur sem nú margt skemmtilegt frá Ísafirði og Vestfjörðum en ég nú þaðan og þekki vel til þar. Svo hef ég verið að glugga í ævisöguna Sigurðar Þórarinssonar og nú ekki langt komin en líst afar vel á hana og svo las ég líka nýju bókina hans Ögmundar Jónassonar. Þetta nú það helsta sem ég hef verið að lesa fyrir svo dálítið af erlendum bókum. Já.
En Árni, þú ert að kenna fyrir austan, hvað ertu að kenna og hvað er það bara svo annað? Já, ég er sem sagt búinn að vera að kenna í menntaskólanum á Egilsstöðum síðastliðin 9 ár. Mhm. Er aðalega að kenna ensku, en dútla aðeins við að kenna íslensku þegar það vantar íslensku kennara. Ég er annars, ég hef svolítið verið að fást við skriftir, var að lengi vel í áhugleikfélaginu Hugleik þegar ég bjó fyrir sunnan. Mhm. Skrifaði þar þó nokkuð stuttverk. Skrifaði síðan leikritið Sunnefu sem var frumsýnt hérna á Egilsstöðum 2020 og sýnt í Tjarnarbíó 2021 á leikhópnum Svipum. Já, og svo er ég í svona eilífðar söngnámi, þannig að ég er að syngja annars líka. Hvað fjallar Sunnefa um? Sunnefa er sem sagt sögulegt leikrit sem sagt Sunnefu Jónsdóttur frá Geitavík sem var dæmd 2 sinnum til dauða fyrir að eignast börn með bróður sínum. En hún vildi sem sagt meina að seinna barnið hefði nátt með sýslumanninum sem dæmdi hana. Og það varð úr bara örugglega eitt lengsta dómsmál Íslandssögunnar. En hvað ertu búinn að vera að lesa svona? Þetta var misseri eða veikur? Ég er einmitt búinn að vera svolítið í jólabókunum núna undanfarið. Ég var að klára einlega önd eftir Eirík Örn Norðdal. Þar sem að hann er sjálfur sögumaður. Ég hef mjög gaman að henni. Minnir svolítið á Pól Auster sem ég hef gaman af. Þar á undan var ég að lesa Merkingu eftir Fríðu Ísberg sem að komur skemmtilega óvart. Svona íslensk dystopía, það er ekkert mjög oft sem að maður sér þær. Síðan er ég búinn að lesa Kamilu Einars sem er mjög skemmtileg og svo stóru bókina sjálfsvorkunn eftir Ingólf Eiríksson sem er fyrsta bók skáldsagan hans sem er alveg mjög góð. En svo var ég líka einmitt, ég var sjálfur að gefa út bók í haust, næstu búinn að gleyma því. Sem sagt, Flóra menningarhús á Akureyri er að gefa út pastelritröð. Gefur út 4-5 smárit á ári og ég fekk að vera með. Núna ég hef sem sagt pastelrit númer 25 og sem fékk nafnið Einleikir tímalaust eðli og þetta eru sem sagt tveir einleikir, en ég er nú vanastur að skrifa fyrir leikhús þá og hvað ég bara halda því áfram. Bara í bókarformi? Já. Það var mjög, mjög skemmtilegt. Freyðilegt. En aðalefni þáttarins er svo bók sem að þið eruð sömuleiðis nýlega búin að lesa. Kópeníka eftir Sölvi Björn Sigurðsson. Og svo ég gef henni fullt nafn. Undirtitillinn er Skáldsaga um morð, ást og viðurstig. Og hún fjallar Íslendinga í Kaupmannahöfn árið 1888. Þetta eru læknanemar, svona þeir sem eru í forgrunni, og fjallar líka röð morðmála sem einn þeirra er að rannsaka. Og það er kannski svona grunnsagan á yfirborðinu. En það er svo sem það er náttúrulega vítt. Og kannski með viðtökunar, það var margir kannski að tala hvernig var að virka sem glæpasagan. Ég las hann ekki meint sem glæpasögu, kannski út af það sem Sölvi hefur verið að gera áður hefur náttúrulega verið í öðru Upplifið þið þetta fyrst og fremst sem glæpasögu eða eitthvað annað? Nei, ég ger það nefnilega ekki Þetta er fyrsta bókin sem ég les eftir Sölva. Ég var svo heppinn að af því að ég
út af pastelritinu mínu, þá fékk ég að lesa upp með honum nokkrum sinnum hérna fyrir austan í lok nóvember. Þannig að ég á pottþétt eftir að skoða hina bækurnar hans. Ég einmitt búinn að útvega mér gestakomur í Sauðlauksdal. En nei, mér finnst þetta ekki vera að reyfari eða krimmi alls ekki. Hún eiginlega fer það oft út fyrir málið sjálft að það er eiginlega ekki hægt að ég get ekki séð þetta sem krimma Var eitthvað svona sérstakt sem að sat mest eftir í þér eftir bókina? Já, bara hún náttúrulega bara mjög áhugaverð þess að þótt að sé ekki krimmi þá hún einstaklega spennandi maður hefur alltaf geysilega mikinn áhuga að halda áfram og hún kemur á óvart og þótt að sé ekki beinlínis glæpasaga þá finnst mér lausnin alveg virka og kemur skemmtilega óvart þannig að en mér finnst kannski kvenréttindamálin í henni skemmtilegust Hvernig þau eru flett inn í það sem eru kallað rakettur og þá er rauninni verið að vísa í súffragettur og þarna svo taki smá kvót úr bókinni og nú er tími breytinga framundan þar sem hinir undirokuðu snúa bökum saman, konur og Íslendingar. Og þetta kannski kemur inn á svona eitt þema bókarna sem að er samskipti þessar tveggja þjóða. Það var nú hlutaði að mig langa að taka þetta var allt hafi rétt í landsleikinn að þegar litli bróður konfliktsins til Íslendingum kom mjög skýrt fram skyndilega aftur sem gerir reglulega. Hvernig fannst þér samskipti þjóðanna speglast í bókinni, Ólafur? Já, það fannst mér gerast svona skemmtilega. Ég vildi nú kannski segja fyrst að hann Eiríkur Örn og hún Sigrún Pálsdóttir næst í röðinni hjá mér að lesa og svo þarf ég náttúrulega að fá bókina sátna eða hverið. Já, ég vildi kannski segja fá en orðum mann Sölva almennt áður en ég tala Kóperníku því að ég tel að hann sé einn af okkar allra bestu höfundum og ég hef verið að lesa hann síðustu 20 árin. Fyrsta bókin sem ég las er magnaður ljóðabálkur, Gleðileikurinn djöfullegi sem fjallar barferðir og drykkjuskap í Reykjavík í svona hæfilegu blandi við Inferno Dantes. Nú síðan það gestakomur í Sauðlauksdal sem að heitir reyndar fullu nafni Dálítill leiðarvísir heldri manna eldunaraðferð og gestakomur í Sauðlauksdal eður hvernig skal sína þjóð upp reisa úr öskustól. Og þetta algjörlega dásamleg bók. Þar kemur nú meðal annars fyrir Bogi Benediktsson í Hrafnsey sem að stofnaði Hrafnseyjaprentsmiðju sem var fyrsta veraldlega prentsmiðjan á Íslandi. Og mér fannst þetta náttúrulega sérstaklega merkilegt vegna þess að hann forfaðir minn. Ég komin í 7. lið af Hrafnseyjarboga. En þessi bók sameinar einmitt líka mjög áhugaverða karaktera en gefur mjög skemmtilega þjóðlífsmynd af 18. öldinni og ekki síst mikið komið inn á matargerð og það kemur ýmsum á óvart hvað þetta flottur og glæsilegur matur og útlenskar uppskriftir og fleira þess háttar sem eru þarna í veislunni í Sauðlauksdal. En þetta rímar nefnilega ágætlega við það sem margir vita ekki að á þessum tíma þó að alþýðan á Íslandi læpi dauðan úr sker, mjög margir, að þá var íslenska yfirstéttin
hún var að drekka bestu vín í Evrópu og borða besta mat í Evrópu og það voru mikil samskipti við Evrópu og lifistandardinn hjá íslensku yfirstéttinni var í rauninni bara svipaður því sem gerðist hjá heldra fólki í Evrópu. Þessu tekst honum afar vel að koma á framfæri. Og svo það Selta sem að fékk nú bókmenntaverðlaunin 2019. Það líka finnst mér alveg frábær bók og bæði þjóðfélagslýsing og síðan skemmtilegi karakterar og svona ærslasaga svolítið. Það eru svolítið ærsl víða í honum Sölva. Og varðandi Kóperníku, þá hef ég séð að einhverjir að segja að þetta sé sambland af glæpasögu og hrollvekju og það alltaf til í hvoru tveggja, en fyrir mér er þetta hvoru tveggja fullkomið aukaatriði. Það sem að ég vil gjarnan hafa í bók eru skemmtilegar, áhugaverðar, flóknar, oft mótsagnakendar persónur. Síðan vil ég gjarnan að það sé eins og ég nefndi, það sé áhugaverð greining á samfélaginu sem viðkomandi persónur lifa í. Og það sem mér finnst lang áhugaverðast við Kóperníku, fyrir nú utan hvað hún vel skrifuð og skemmtileg fyrir minn hatt, í rauninni lýsingin á Kaupmannahöfn og lýsingin á þjóðfélaginu, ekki bara í Danmörku, heldur þjóðfélaginu almennt í Vestur-Evrópu á þessum tíma. Þetta eru gríðarlegi breytingatímar og það kemur til dæmis fram vel í bókinni þar sem við verðum að tala sko þennan læknahóp sem þú nefndir, að það eru að eiga sér stað stórkostlegar vísindalega framfarir. Og sumir af þessum vísindamönnum þeir detta í það eins og stundum áður og verða það sem stundum kalla svona hálfbrjálaðir vísindamenn. Það eru líka miklar félagslegar hreyfingar. Við erum þarna með dásamlega svipmyndir af lesbísku sambandi. Það er hérna mjög raunsæisleg lýsing á sko hvað Kaupmannahöfn á þessum tíma eins og stórborgir Evrópu voru á margan hátt anstíkilegir staðir. Það að segja að það verið að það kemur mjög glöggt fram hvað stéttaskiptingin gríðarleg, annars vegar ertu með yfirstétt sem að lifir kóngalífi og síðan ertu með venjulegt fólk þar sem að mjög margir lifa í hreinni eymd, gríðarlegri fátækt og það ekkert verið að skapa af því með lýsingum á vændiskonum, drykkjuskap, drullu, en ég held að þetta sé allt mjög raunhæf lýsing á þessum borgum á þessum tíma og engin ástæða til þess að vera með einhverja nostalgíu það. Þetta finnst mér að gera afskaplega vel. Og ég hef þar að auki sérstakan áhuga á Kaupmannahöfn. Þekki í rauninni hana og hennar sögu tiltölulega vel og áhugi minn hefur aðallega stafað af því að hún var nú höfuðborg okkar aldir og íslenska elítan í aldir sótti menntun sína til Kaupmannahafnar og ég hef lesið margar ævisögur og heilmikið þessa Íslendinga sem að dvöldu sem stúdentar í Kaupmannahöfn. Sumir náttúrulega drukku sig í hel eða lentu í síkjunum. Margir komu aftur til Íslands og Kaupmannahöfn líka ein af mínum uppáhaldsborgum, þannig að ég hef oft verið þar og labba gjarnan gömlu borgina til þess að sjá þetta sögusvið. Og mér finnst í rauninni hans Sölvi í rauninni líka gefa okkur býsna góða mynd af íslensku stúdentalífi á þessum tíma. Til að mynda þá nutu Íslendingar forréttinda, mikilla forréttinda með því að þeim voru tryggð 20 sæti á Garði, þar sem ef ekki mann rétt voru á styrk og með húsnæði í 4 ár. Og við gleymum því stundum að því að þú ert nú að nefna handboltaleikin og þessa fáránlegu uppákomu að menn voru að nöldra yfir Dönum.
Ég held að Dana hatrið hefði væri algjörlega dautt í landinu en það kannski grunnt á því. En í rauninni voru Danir eins og hefur komið fram í sagnfræðirannsóknum síðustu ára eftir að það rann af okkur fylliríið í sambandi við sjálfstæðisbaráttuna að þá voru Danir nú í det hele, svo ég sletti dönsku, þeir voru afskaplega mildir nýlenduherrar. Við vorum reyndar ekki nýlenda, heldur hjálenda, en í rauninni held ég að við höfum verið gríðarlega heppnir með nýlenduherra eða hjálenduherra og í rauninni fjölmargar framfarir á Íslandi má rekja mjög beint til Dana. Það sem nefndir hérna, það var skemmtilegur kafli í bókinni, bara stutt samtal, þar sem að Annar segir: þú ert það sem kallaður hálfvolgur, sagði Tímóteus, það versta eituryrði þeirra sem harðast tala í frelsismálum. Og þá svarar Finnur aðalpersónan: vittu allavega, sagði Finnur, að þú farð að búa frítt á Garði næstu 5 árin. Þú farð greitt fyrir að bera lík upp í kirkjugarð ef þú treystir þér til þess, eftirfærið nokkur daginn. Kannski kemur að því Íslendingar geta orðið fullvalda þjóð. Þangað til held ég að við ættum bara að þiggja okkar garðstyrk og drekka okkar danska öl án þess að hrækja framan í vertin. Þetta dásamleg tilvitnun, alveg dásamleg tilvitnun. Og Árni, hvernig fannst þér svo þetta kannski bara þetta og fleiri sögunum sem að varpa ljósi á tengsl þjóðanna? Já, eins og Ólafur sagði, þetta er góð tilvitnun. Og og já, einmitt þetta handboltahafarí var náttúrulega dásamlegt. Ég svo sem geti vel trúað því að Íslendingar séu bara ennþá í fílu út af 14-2 sigrinum. Það sé kannski meira það en kúgun Dana á sínu tíma, sko. Ég veit ekki, ég veit ekki ennþá með hagkaup, sko, hvort þetta var heimska hjá þeim eða alveg brjálæðislega gott auglýsingatrix, sko. Já, ég held að ég veit, sko, þessi bók í rauninni aðalega íslenska stúdenta í Kaupmannahöfn. Það er ekkert mjög margir Danir persónur í bókinni, þannig séð, sko. Það er reyndar þarna yfirmennirnir á sjúkrahúsinu og konurnar, en annars erum við einmitt aðalega íslenski stúdentar þarna í aðalhlutverki og langflestir úr Vatnsdalnum og meira sem útigangsfólkið í Danmörku, í Kaupen var úr Vatnsdalnum að hluta til allavega. Og á þess að fara oflangt í plottið, þannig að kemur í ljós hægt og rólega að það eru kannski fleiri íslenska ættaðir heldur en virðist vera, tæknilega séð. Já, það er mjög skemmtileg fletta, það er engin ástæða til að fara út í það er mjög skemmtileg fletta og fyrir minn hatt var söguþráðurinn og flettan bráðskemmtileg, þó að eins og ég segi, mér fannst það var ekki aðalatriði fyrir mig, það er bara skemmtilegur að hafa góðan og skemmtilegan söguþráð sem að svona styttir manni stundirnar við að greina þessar flóknu persónur og þessa heillandi myndar af samfélaginu. En já, varðandi með raketuna, það svona hann notar aldrei orðið súffragettur og ég held að það sé nú, ég veit ekki hvort að raketur hafa verið notað, mér svona grunað að þetta sé bara svona leikur á sjálfa orðum sem hann útskýrir á einum stað, sko. Já. Við fengum 1 ára láni frá Marie-Lou Plog og köllum okkur raketunar. Og veistu hvers vegna? Það er vegna þess að við ætlum að vera fyrsta kynslóð kvenna til að skjótast upp á himininn. Og já, kannski bara svo ég spyr ykkur, er þetta feminist bók?
Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja þetta væri femínísk bók, sko. Og ég veit náttúrulega að því ég var að lesa upp með Sölva þá einmitt sagði hann frá þessu, sko, hérna, hann náttúrulega bara, honum fannst hann ekki geta nota súffragettur af því að það var ekki byrjað að nota það orð fyrir en held ég 20 árum seinna eða 20 eða 30 árum seinna jafnvel. Þannig að þetta var orðleikur hjá honum sem ég finnst bara mjög sniðugur, sko. En hann notar hann að Marie-Lou Plow og Nielsen sem eru alvöru persónur, sko, úr kvenréttindabaráttunni eða það. Það finnst mér mjög gaman að en einmitt þessi fundur rakettanna finnst mér eiginlega einmitt, ég veit ekki alveg hversu trúverðugt það en það er bara svo brjálæðislega góð tenging við nútímann, við Ísland í dag, sko, og þannig ég er mjög hrifinn af þeim köflum, sko. Og talandi bara svona fortíðina, nútíðin í fortíðinni, sko, þá það grammafót þarna og þeir að spila Erik Satie mikið og það er nýkomin svona, hvað hann kallar, nýjafningur frá Kodak sem myndavél sem hægt að hafa í töskunni og sem kannski svona spilar mest inn á, sko, þegar hann tala um bókmyndina þá Frankenstein og nýkomin út verið þeirra, sko. Þannig að Ólafur, svona, hvernig finnst þér að ná, hvað maður segja, að framkalla nútímann í fortíðinni hana? Já, ég veit það nú ekki, en það sem að sko sláandi að, eins og ég nefndi aðeins áðan, sko, að þetta eru miklu breytingatímar. Þarna undir lok 19. aldarinnar, sko, það eru bæði vísindin, það eru þessar tækniframfarir sem þú nefnir. Í rauninni þetta líka á árunum fyrir, sko, fyrri heimsstyrjöldina, sem að oft talað sem mikinn bjartsýnis áratug. En það var allt að gerast og menn héldu öll stríð væru, það myndi aldrei aftur verða stríð og þar á milli götunum. Og þessi partur, það er að segja hvað er mikil ólga í samfélaginu, hvað eru mikla breytingar, að það minnir í rauninni náttúrulega á okkar tíma líka með þessari stafrænu byltingu og allir þessari tæknibyltingu og sem hefur líka haft margvísleg þjóðfélagsleg áhrif. Þannig að þessu leitinu þá sko eru svona samsamanir milli okkar tíma og þeirra tíma og auðvelt til dæmis að tengja sko raketturnar, orð sem ég hafði nú aldrei heyrt áður og ég er mjög gaman að heyra hvernig hefur orðið til og ég leit nú bara aðallega á sem fyndni og velheppnaða fyndni en maður getur náttúrulega séð hvort sem að það sko voðalega raunsætt eða ekki. Mér finnst það í rauninni aðalatriði, aukaatriði segir. Vegna þess að aðalatriði finnst mér vera að heildarmyndin sem dregin upp sé trúverðug og sem sé að í rauninni heildarmyndin rími við fræðilega niðurstöður eðli þess samfélags sem verið að skrifa En hins vegar að menn taki sér alls konar skáldaleyfi sjáðu til í sögunni sjálfri og fari rangt með einhverja staðreyndir og eitthvað þess aftar, sko. Það finnst mér afar litlu máli skipta þegar við erum komnir í bókun til það. Það skiptir náttúrulega máli í vísindum og þú sért með allar staðreyndir korrekt. En mér finnst það bara alls ekkert eiga við bókmenntirnar. Við sjáum þetta líka núna í þáttunum sem verið að sýna verbúðina, sem eru auðvitað svona sápa. En mér finnst einmitt, ég hef verið mjög ánægður með því að þar í rauninni finnst mér vera býsna trúverðug lýsing á samfélagi og pólitík, fyrirgreiðslu pólitíkinni til dæmis sem að var hér landlæg, þrátt fyrir að sé einhverja staðreynda villur og þess aftar. Það er gaman að nefnir með sannleika og skáldskap að
það eru nokkrar senur þannig að það sem að sko læknastúdendar tveir eru að ræða skáldskap og annar hefur svona aðalega bara tíma fyrir skólabækurnar. Og svo þessi sena, svo þessi lína, spítalinn kunni ekki að ljúga. Og svona dálítið einmitt að það sé kannski pína eins og einhver hin hliðin, sko, það er eftir að handla sannleikann skyndilega. Og það er svona mikið af, sko, bara læknavísindum í bókinni. Var það, þú veist, hvernig slóð það þig, Árni? Þurftir að fara að gramsa á vísindavefnum eða? Nei, alls ekki. Ja, hann bara lýsir þessu það vel, sko, að það verður bara skemmtilegt, sko. Og hann náttúrulega með, sko, svolítið mikið af einhverjum krufningum og sem að jafnvel stundum myndi á X-Files bara þegar var að finna einhverjar vísbendingar sem að morðinginn hafði skilið eftir í líkinu. Og nei, mér finnst það alls ekki, sko, og einmitt bara þó ég hafi einmitt ekki hundsvit á læknisfræði, þá er hann alveg frábæra lýsingar, kafli það sem Andersen er að segja sögur af er að segja læknasögur sem eru alveg stórkostlega fyndnar, sko. Þó maður hef ekkert vit á því, sko. Ég finnst alveg heillandi í rauninni, það er kannski, sko, ég er nú svo gamaldags fræðimaður að ég vil gera greinarmun, mér sé að tiltölulega skýran greinarmun á vísindum og skáldskap. En ég hef hins vegar áttað mig á því að hlutirnir eru ekki alltaf eins klipptir og skornir og miklir vísindahyggjumenn vilja vera láta, og í rauninni þarna er kannski ákveðin spenna og togstreita á milli sem að mér finnst algjörlega heillandi, og er þarna að einhverju leyti í Kóperníku og reyndar líka í Seltu hjá Sölva Birni, og ég hef líka séð þetta svipaða sko nálgun í bókunum hans Bergsveins Birgissonar, þar sem að í rauninni hann er svona svolítið að sko sá efasemdum upplýsinguna og vísindin og allt það og svona gera kannski meira úr svona því sem var einu sinni eða hefur verið kallað á okkar upplýstu öld hjátrú, og það finnst mér Bergsveinn líka gera ofboðslega skemmtilega og þetta sé mjög í rauninni heillandi viðfangsefni. Já, þetta er alveg skildar bækur og skildir höfundar, sko, til þess Kolbeinn segja þessi, sko. Ég sá nú hann hefur nefnilega, Sölvi Björn, hann hefur líka gefið út veiðibók, það sem eru viðtöl við nokkra veiðifélaga, frásagnir af veiðum, og þar er einmitt eitt viðtali við Bergsvein Birgisson og hver var það nú? Og einn annan minnst í sama viðtali, líka tveir rithöfundar, sko. Þannig að þeir eru kannski veiðifélagar en allavega andlega skyldir. Og það er næst. Ég held að það sé alveg dein og ljósarka liggur og rosalega heimildaður vinna á bakvið þessa bók, sko. En ég því miður einmitt ekki lesið Seltu, sko, sem skilst að sé einmitt líka læknir í aðal hlutverki þar. Ég er alveg klár á því með allar þessar, líka með Gestakomu í Sauðlauksdal og Seltu og þessa bók, er að það liggur á baki mjög flott heimildavinna, og að því að var nú að hafa langt málan áðan hvað ég legg mikið upp úr svona sannferðugri þjóðfélagslífsýningu, þó hún sé ekki endilega að hengja sig í smáatriði, að þá getur höfundur ekki náð tökum á því nema með mjög rækilegri heimildavinnu, og mér finnst heillandi hvernig Sölva Birni tekst að ekki bara að
skoða þetta svona vel, heldur líka átta sig á eða því sem mér finnst vera aðalatriðin í þjóðfélagsgerð þeirra tíma sem hann að fjalla Og fyrir aðeins að spá í nafninu, það nú aldrei beinlínis, jú það útskýrt á einum stað tæknilega en svona af hverju heitir þessi Íslendingur Kópernikus, hver sem náttúrulega höfundur sólmiðjukenningarinnar. Datt ykkur eitthvað í hug svona varðandi nafnið? Og þessi svona pínu skringilu nöfn sem þarna mörg líka. Ég datt nú bara í hug að hann væri að reyna að vera skemmtilegur. Já. En ég reynir nú oft ekki, ég ekki mikið í því endilega að lesa mjög mikið inn í textan, heldur bara frekar njóta eins og ljóða, frekar heldur að skilja allt. En kannski Árni viti eitthvað þetta? Já, ef hann hefur eitthvað útskýrt þá man ég það nú ekki, En það einmitt rétt, það eru mörg skemmtileg nöfn, Júbílíumættin. Skjaldormur það ekki? Jú. Og Skjaldormur var það ekki uppnefni í rauninni, en hérna eitthvað annað. En já, það getur vel verið. Jú, júbílíum sem var hérna. Kannski verið að skjóta á íslensku, þetta náttúrulega Íslendinga með eftirnöfn, verið að skjóta á íslensku hérna yfir setina. Já, það getur alltaf verið. Alveg saman hvort það verið að skjóta eða ekki, mér finnst það aðalega bara skemmtilegt. En hérna, já, styttist í loki, það er lítið eftir að tíma. Ég ætla að heyra, sé ykkur svona varðandi svona ykkar sérsvið og bómdir og ég ætla að byrja að opna hérna, við ræddum nú leikritið Sunnevu Sturlu áðan, en þú maður geyma hérna þangað til núna í lokina hérna heyra í þér með bækur sem að þú var svona aðeins að glugga í á svipuðum tíma. Og þú veist að vinna verkið. Já, ég veit svo mikið, ég var nú kannski ekki mikið að glugga í þær akkúrat á meðan að ég var að skrifa það. En ég hef alveg síðan ég var í ensku í HÍ þá hef ég verið mikill aðdáandi bóka Margaret Atwood sem frá Kanada og orðin 82 ára í dag. Og var svona kannski eiginlega svona fyrsti kvennarithöfundurinn sem að ég virkilega fjall fyrir og hef haldið tryggð við síðan. Og mín uppáhaldsbók eftir hana er The Blind Assassin, en svo eru sem sagt náttúrulega þekktasta bókin er The Handmaid's Tale og svo er önnur sem heitir Elias Grace sem að tengjast alveg sem sagt örugglega hvernig ég skrifaði Sunnevu þær hafa alveg örugglega haft áhrif og ég horfði á þættina Elias Grace á Netflix þannig að þegar ég var að skrifa uppkast númer 20 eitthvað þannig að það hefur líka ég mæli með þessum þáttum eru mjög góðir og svo náttúrulega þekkja rosalega margir Handmaid's Tale þættina. Ég reynda bara að horta á fyrstu seríuna því fyrsta serían er bókin en þetta er sem sagt ég meina sem sagt The Handmaid's Tale er náttúrulega gerist í heimi þar sem að hvítir karlmenn ráða öllu yfir konunum og konurnar í rauninni bara fá sitt hlutverk þar og Elias Grace er söguleg skáldsaga morðmál á 19. öld þar sem að þjónustustúlka írskur innflytjandi í Kanada sem sagt er sökuð að hafa átti að myrða húsbónda sinn. Þannig að báðar bækurnar fjalla konur í haldi karlmanna og þannig að það er alveg pottþétt hefur litað eitthvað
mín skrif, ég er alveg viss um það. En Ólafur, einhverjar bækur sem þú getur mælt með fyrir okkur í pólitíkinni? Hvort Já, það er margar. skáldsögur sem að... Margar, en ég vil nefna fyrst að ég er að lesa núna bók, þykkan doðrant, sem að heitir Political Cleavages and Social Inequalities, og það eru þrír fræðimenn sem að eru ritstjórar, og einn þeirra er sá frægi Thomas Piketty, sem hefur vakið mikla athygli fyrir skrif sínum ójöfnuð síðustu árin. Og þessi bók er í rauninni eða þeir taka kosningarannsóknir frá einum 50 lýðræðisríkjum á árabilinu frá 1948 til 2020 og nota þessar rannsóknir til þess að reyna að draga upp heildarmynd af tengslum eins konar stéttaskiptingar og þess hvað menn kjósa á öllu þessu tímabili. Og mér finnst þetta náttúrulega sérstaklega skemmtilega vegna þess að þeir nota meðal annars í bókinni öll gögnin frá íslensku kosningarannsókninni frá 1983 til 2017, en við höfum verið með þau í opnum aðgangi. Og það er mjög gaman að sjá hvernig aðrir höfundar, heldur maður sjálfur, og nánustu samverkamenn, hvernig þeir kjósa að túlka gögnin. Og það eru mjög merkilega niðurstöðu þarna, sem að er í rauninni í örstuttum máli, það er að hér fyrir nokkrum áratugum, þá var það þannig að þeir sem að höfðu mikla menntun og voru efnaðir, þeir kusu yfirleitt hægri flokka. Þeir sem að voru tiltölulega láglaunaðir og höfðu litla skólagöngu, þeir kusu vinstri flokkana. Það sem hefur breyst í þessu mjög víða og sérstaklega hér í Vestur-Evrópu er að vinstri flokkarnir eru ekki lengur með jafn mikið verkalýðsfylgi eins og þeir voru með áður. Ýmislegt af því hefur til dæmis farið til hægri popúlistaflokka, en í staðinn þá hafa þessir vinstri flokkar, sósíalistar, sósíaldemókratar, að þeir hafa orðið sem sé sterkari heldur en hægri flokkarnir meðal menntamanna. Þannig að þetta er í rauninni öðruvísi strúktúr í samfélaginu og sem varpar ljósi á það, ef maður vill skilja breytingar sem hafa orðið á pólitíkinni frá degi til dags þessi árin í Vestur-Evrópu, og þetta er sem sé algjörlega heillandi bók. En ég vildi líka kannski nefna að ég náttúrulega hef aðalega fengist við strúktúra. Það er að segja að það er eðli svona vísindarannsókna að þú safnar gögnum til þess að greina til dæmis tengsl kjósenda og flokka, af hverju eru tilteknir hópar að kjósa tiltekna flokka og þar höfum við götunum hver eru tengsl milli þings og framkvæmdarvalds og þess að þetta er aðalega strúktúrar. Það sem að ég hef hins vegar gert lengi og sumir kollegar mínir gera grín að mig fyrir er að ég les mikið pólitískar ævisögur. Og þá er meiningin eiginlega sú að láta strúktúruna fá hold og blóð. Það er að segja að ég les ævisögurnar út frá því að sjá hvernig lifandi fólk er að haga sér inn í þessum strúktúrum, að hvaða miklu leyti þeir eru fangar formgerðarinnar og að hve miklu leyti þeir geta spriklað. Og margir þessir pólitíkusar eru líka flóknir karakterar. Og besta ævisagan sem ég hef lesið er Lyndon Johnson. Og þetta er mikill doðrantur, þetta er bara 1 af 4 svona bindum sem Robert Caro hefur skrifað um Johnson. Og Johnson er nú einn af mínum uppáhaldsstjórnmálamönnum, meðal annars vegna þess að hann er svo mótsagnakenndur og flókinn karakter. Mér virðist augljóst af þessari ævisögu og mörgu öðru að Johnson fyrir að hafa verið fyndinn og illkvittinn, þá hafa hann persónulega að flestra dómi verið fullkominn skíta karakter. Og hann náttúrulega, ef við skoðum pólitíska arfið hans, þá náttúrulega var það hann sem bar mesta ábyrgð á því að Bandaríkin lentu þarna í djúpu feni í Víetnam,
sem var algjör pólitísk mistök og náttúrulega með skelfilegum afleiðingum. En þessi náungi, það liggur líka eftir hann að hann sá sem að kom mannréttindalöggjöf svertingja, Human Rights Act upp úr 1960, kom því í gegnum þingið. Og hann kom því í gegnum þingið, meðal annars vegna þess að hann var skítakarakter og það voru svo margir af senatorunum sem hann átti högg upp í bakið á og gat pínt á til að samþykkja þessar mannréttindalöggjöf. Og síðan til viðbótar þetta Johnson sem að með, það á hans tíma sem að demokratarnir eru með hugmyndindar sem eru gjarnan kenndar við The Great Society og var í rauninni sá vísir sem að enn að velferðarkerfi í Bandaríkjunum kom á til dæmis heilbrigðiskerfinu Medicare og Medicaid, þannig að þetta finnst mér heillandi að sjá bæði hvernig Johnson opererar í þessu kerfi, en líka þessi flókni og mótsagnakenndi þessi stjórnmálamaður. Og það hvarflar meira sér að manni að til þess að þú getir náð raunverulegum árangri í stjórnmálum og koma góðum málum fram, þá sé nú að minnsta kosti ekki verra að vera svo skítæll og illmenni. En það nú bara tilgáta. Hefðu, og með þessari ágættu tilgátu þá lýkur þættinum. Þakkum bara kærlega fyrir okkur og þeir getið náð í Kópeningu í næstu bókabúð eða næsta bókasafni. En við verðum aftur eftir viku, þá erum við að fjalla bíó, skiptumst á að venju, en ég þakka bara Árna og Ólafi kærlega fyrir komuna og takk fyrir mig. Takk fyrir.